flytja inn græjur hérna. Flytja þessar græjur niður í Lækjatún, hérna niður í Lækjagötu. Það sem að verða stórtónleikar í kvöld. Risaðalar ætlar þar að halda sína lokatónleika sem jafnframt eru útgáfutónleikar. Við sem sagt leigðum þennan glæsilega bíl hérna til þess að flytja þessa dýru muni hérna niður til. Þú er flaggæsinn að það, Rönni? Flaggæsinn, já. Þetta bræði plast. Þetta er svona epóxíð. Var eftir límkústi snert eitthvað augu? Þetta er ekki augu. Nei, þetta. Túpan skal geymt í lóðurum stöðu. Já, það er rosalega. Það er ekki orðið sem það eru. Nei, nema maður myndi bara smíða þessi statíf. Risaðalar var stofnuð haustið 84 af nokkrum krökkum í menntaskólanum Hamravík sem leitist óskaplega á. Við reyndar báðum hérna trommarann Tótum að vera með, en hann vildi náttúrulega ekki vera með. Nei, hann var nefnilega að koma með comeback með vonbrigði. Þannig að við vorum með móttöðsli trommu heila bara fyrst þegar við vorum að byrja. En svo fór ég erlendis og svo kom ég tilbaka og þá voru þau búin að snappa sér plássi í sjónvarpsþætti. Og ég fekk að vera með aftur og þá var Tóti með og svo heldum bara takk fyrir. Svo myndi ég bara setja á kjólinn eða myndi setja á? Ég myndi setja á bútuna frekar. Setja á bútuna frekar? Já. Ókei. Á ekki að líma á báða flyttina? Líma á báða flyttina? Á ekki að setja líma á báða flyttina? Það er held ég með jötulgrip. Er það? Já, ég held að það er svona. En það er svona með svona epóxylím sko, þá ætti að láta það á báða flyttina og geyma í svolítið tíma.
konur upp á svið.
eftir þér.
Það var einmitt vorið 86.